Ég heiti Hans Jónsson og ég var 4 ár í andlegu ofbeldissambandi. Og þetta var gott í svolítið stund. Og svo fór það svona litlir hlutir að pirra mann. Hann sagði eitthvað og hvernig ég skildi það, hvernig ég tók því, það var ekki eins og hann meinti það og þá þurfti ég að biðjast afsökunar á því og bakka svolítið með það. Þegar hann sagði eitthvað, þá átti ég að treysta því að hann vissi nákvæmlega hvað hann var að tala um. Og ef ég sagði eitthvað, þá átti ég að treysta því fullkomlega að hann vissi hvað hann var að tala um. Ég upplifði svolítið eins og ég þurfti alltaf að koma með sönnunargögn fyrir því að það sem ég sagði væri eitthvað sem væri í samræmi við raunveruleikann. Og einhvern veginn svona að því að ég væri að reyna að stafna til rifrildis vegna þess að ég ætti svo erfitt með að samþykkja það að geta haft rangt fyrir mér. Ég veit ekki hvort það vegna þess að hann var eldri en ég eða vegna þess að ég í kvenhlutverki á þessum tímapunkti. Mín upplifun var það að gagnvart honum þá vissi ég ekki neitt. Ef mér leið illa þá var það mér að kenna, ef honum leið illa þá var það mér að kenna. Þetta voru stöðugir svona pínu litlir hlutir. En hann var aldrei reiður. Og það er ekki eins og hann lamdi mig. Þetta var ekki drama, hann var bara ósammála. Basic hluti eins og hvort að ég hefði 2 heilafrumur til þess að nutta saman eða hvort ég mætti kaupa mér kaffibolla á meðan ég fór út meðal vina minna af því það var svo mikil peningasóun. Svo ég aldrei heima, ég var að fara alltaf eitthvað út og hitta vini mína svona kannski 2 í mánuði. Hann hafði allar upplýsingarnar því hvernig fjárhagurinn hjá okkur var. Ég fékk engar upplýsingar stöðun og hlutina og eitthvað svoleiðis, þannig að ég einhvern veginn frétti það með 48 klukkustunda fyrirvara að nú erum við að flytja vegna þess að við höfum ekki efni að búa í þessari íbúð lengur. Hann langaði að eiga á DFD spilanlegum disk allt sem Disney hefði nokkuð tímann gefið út. Nettengingin fór nánast að öllu leyti í þetta niðurhal sem hann var að stunda. Og ég þurfti að skila skólaverkefni sem ég þurfti að gera á netinu. Hann var í vinnunni. Ég tók netsnúruna úr sambandi, úr netbeininum, úr ráttökum. Og ég nota netið til þess að klára heimavinnuna mína. Ég nota netið í pínu stund svona til þess að hafa actual internet til þess að leika mér á í svona smá stund. Og svo réttir áður en hann að koma heim, þá skuttla ég þess aftur í samband. Hann tjekkar niðurhalið þegar hann kemur heim og sér að hann hefur ekki náð niður eins miklu eins og hann ætlaði. Hann fattar hann að ég eitthvað búinn að vera að vesenast í netsambandinu hjá honum og hann segir mér það bara beint út að ef ég geri þetta aftur þá bara tekur hann netsnúruna mína af mér. Þá bara fæ ég ekkert að vera á netinu. Þegar ég bý út í Svíþjóð, þá meirihlutann af samtölum mínum við fjölskylduna mína í gegnum netið og í gegnum síma stundum. Einhvern veginn með því að hafa stjórn á því hversu mikið ég gat haft samband við fólk í gegnum netið með því að halda því svona uppteknu og eitthvað svoleiðis, þá held ég að vera hluti af því að einangra mig. Ég notaði líka svolítið svona bloggsíðu. Þar ég ekki undir nafni og ég skrifa einhvern tímann þarna inn bara einhverja færslu mína líðan. Það eiginlega bara þá sem að ég fatta hversu mikið hann að fylgjast með mér á netinu. Því að eftir að ég skrifa þetta innlegg mína líðan þá fæ ég skammir fyrir vegna þess að ég að tala einhverja persónulega hluti sem varða hann og koma engum öðrum við. Hann skipar mér ekki að taka þetta niður. Hann talar svo þungt og svo mikið það hvað þetta sé mikil niðurlæging og mikil skömm og ég sé svo vondur við hann að það endar með því ég tek þetta niður. Þetta eitt af þessum hlutum þar sem maður hugsa þetta aftur þegar maður er löngu komin út úr aðstæðunum og maður bara þetta var ekki í lagi. Hann var ekki reiður. Það er ekki svo hann lamdi mig. Hann var samt einhvern veginn með stjórnina á öllu sem ég gerði og hann fylgdist með öllu sem ég gerði. Fólk er ósammála, fólk rífst og eitthvað svoleiðis en þetta var stöðug pressa á 1000 pínu litlum punktum
ég var einskisverði, ég vissi ekki neitt, ég var vondi kallinn í öllu og hann var svo rosalega góður við mig. Ég hef stundum talað þetta þegar ég að tala mitt ferli sem transmanneskja, að þetta upp úr mér, ég að hugsa upp á þetta. Veistu, stundum held ég hefði bara verið hamingjusamari manneskja ef ég hefði fæðst með typpi og bara leið eins og hann væri að bíða eftir þessu. Ef þú bara fundið þér eitthvað annað til þess að nöldra yfir, til þess að kvart yfir, bara skotið niður leið. Það kristallast einhvern veginn í þessu hversu mikið, ég vissi átti ekki að vita neitt neitt. Ég meiri segja þegar ég að bara, eitthvað svona aðeins að hugsa upp átt sjálfan mig. Þá það samt þannig að ég veit ekki neitt. Ég átti bara að vera stilltur, taka til. Ég átti að setja í þvottavél, ég átti að hengja upp þvottin, ég átti að elda kvöldmat, ég átti að hlusta og styðja og vera næs og ég átti að vera vel klæddur en ég mátti ekki vera sexy, ekki of sexy, það svo dónalegt að vera of sexy, það dreigja of mikla athygli að mér og þú kannt ekki að meta neitt sem ég geri fyrir þig, þú ert alltaf að kvarta og kveina, þú ert alltaf með svo mikið vesen, af hverju getur ekki hlustað á mig, af hverju getur ekki, og það gat verið bara, ef ég sagði, heyrðu, ég ætla að setja í þvotta eftir, nennirðu að ekki setja hvíta og svarta þvottin saman í einn haug. Þá ætlaðist ég til þess að hann gerði allt á heimilinu. Rosalega lengi sem að ákveðin orðtök, gera bara eins og þig langar til. Ég get ekki treyst því. Þetta var ekki boð það að ég mætti gera eins og ég vildi eða ég ætti að bara leika mér. Gerði eins og þú vilt. Nei, þetta var hótun. Ef ég ger eins og ég vil, ef ég ger ekki eins og þú vilt, Og það eru ennþá ákveðin hugtök, ákveðin svona orðtök þegar fólk segir þau, ég alveg bara svona, bók, þetta gildra hvað ég að gera. Og þarf að stoppa mig á og bara svona, nei, heyrðu, ok, þetta ekki gildra, fólk stundum meinar það þegar það segir, heyrðu, skemmt þér, gera eins og vilt. Ég var farin að vanda mig svakalega við að tala eins milt og mögulega hægt væri og í kringum hlutin og aldrei setja fram með einhverjum formerkjum það að ég vildi að það hætti heldur bara svona, ég bara vill á vitir af því hvað áhrif þetta hefur á mig bara svona, það ekki heilbrigt að það þurfa að ganga þetta langt, þetta ennþá til staðar, þessi stöðu í svolítið titringur, hvernig þetta mér að kenna, hversu mikið verið ég skammaður, hann skammaði mig ekki með einhverjum fúkirðum og látum heldur var þetta bara persónulega borast inn í alla sjálfsvirðingu og grafa undan allir því virði sem ég hafði sem bara manneskja yfir höfuð. En hann varð aldrei reiður. Hann var ekki eins og hann lamdi mig. Og ég satt þarna og ég áttaði mikið á því hvað þetta var mikið. Bara yfir höfuð að upplifa það að mér fyndist eins og ég þyrfti að koma með sönnunargögn með mér. Jafnvel ef það sem ég væri að segja væri að himinninn blár. Ef ég var að tala mínar upplifanir og mínar tilfinningar, þá var það samt hlutur sem ég átti ekki að vita nægilega vel Það sem ég myndi vilja segja við annað fólk sem að í sambandi sem þú heldur kannski að sé ekki, þetta ekkert ofbeldissamband, Ef hann ber ekki virðingu fyrir þér núna, nægilega vel til þess að hlusta á þig núna, þá það ekkert að fara að breytast. Þú átt ekki að þurfa að berjast fyrir því að það sé hlustað á þig.